Strik. Strik liggur milli tveggja punkta á línu. Það því hluti línunar en hefur takmarkaða lengd. Strik eru merkt með litlum bókstaf eða það nefnt eftir endapunktum sínum, til dæmis strikið AB sem liggur á milli punktana A og B á tiltekinni línu. Hér erum við með hnitakerfi, x-ás og y-ás, og hér erum við með línu og hún liggur í gegnum 2 punkta, annars vegar A og hins vegar B. Og ef ég hef áhuga á bara þessum parti af línunni, þá tölum við strikið sem á milli þessara 2 punkta og heitir það annarkvort strikið AB eða strikið fær nafn með litlum bókstaf eins og allar línur. Lína, ef við tökum þetta saman hérna, þá lína endalaus í báðar áttir og þetta tákn hérna á sitt hvorum endanum, 8 á hlið, táknar óendanleikann. Þannig að hún heldur óendanlega langt í þessu tilfelli til hægri og hér til vinstri. Hálflína eða geisli á sér upphaf eða endi en heldur síðan áfram í eina átt endalaust. Strik á sér hins vegar upphafspunkt og endapunkt og þar af leiðandi á milli þeirra 2 punkta. Strik eins og lína og hálflína merkt með litlum bókstaf, nema hvað strikið getur stundum verið merkt eftir upphafspunkti og endapunkti. Hér dæmi strikið AB sem á milli þessara 2 punkta og hér maðurinn að mála vegg og hann afmarkar vegginn á milli þessara 2 punkta, þar sem hann fer ekki lengri til vinstri og hann fer ekki lengri til hægri en þessir 2 punktar gefa honum. Þannig að hér strikið afmarkað. Flötur. Flötur lengd og breidd en hefur enga þykkt. Endamörk flatar, ef einhverjir lína. Hægt að hugsa sér endalaust marga fleti, samsíða fleti og fleti sem skerast á alla hugsanlega vegu. Nærtækasta dæmið flöt blaðið eða skjárinn sem þú horfir á. Hér til hliðar mynd af manni að leggja parkett. Þegar hann leggur parkett þá hefur hann áhuga á 2 lengdum, annars vegar lengdin og hins vegar breiddin. Þannig leggur hann parkettið, hann kaupir parkettið byggt á þessari mælingu og leggur parkettið sömuleiðis byggt á þessari mælingu. Flöturinn sem sagt byggður á 2 mælingum, annars vegar á lengdinni og hins vegar breiddinni.